Fjöldi leiðandi íslenskra fyrirtækja, Norræna nýsköpunarmiðstöðin og Nýsköpunarmiðstöð Íslands hafa undanfarin 2 ár unnið að þróunaraðferða sem auka nýsköpun og virði í starfandi fyrirtækjum. Verkefnið Measured and Managed Innovation eða MMI gengur út á að greina möguleika til nýsköpunar með því að vinna markvisst að nýsköpun á fleiri sviðum í stjórnun og rekstri fyrirtækja eða með því að skapa ný viðskiptatækifæri á óhefðbundinn hátt. Páll K.R. Pálsson hefur til fjölda ára sérhæft sig í rekstrarráðgjöf til lítilla og meðalstóra fyrirtækja. Páll er einn þeirra ráðgjafa sem unnu með fyrirtækjunum í verkefninu. Við skulum sjá hvað Páll segir þær breytingar sem þurfa að eiga sér stað hjá fyrirtækjum á sviði nýsköpunar. Þau þurfa að horfa meira á þarfir viðskiptavinanna og bæði þá á allt sem snýr að núverandi viðskiptavinum og hugsanlega nýjum, sem sagt á markaðinn sem slíkan. Ég held að flest getur fyrirtækin hér gert mun betur, sérstaklega í því að nýta allar auðlindir sem þau ráðstafa til nýsköpunar og ná þannig mun betri árangri á það fjármagn sem þau hafa til ráðstöfunar. Og ein af þeim aðferðum sem við getum beitt er að innleiða MMI aðferðafræðina og beita því kerfi sem skilar að mínum mati mjög góðum árangri, sérstaklega í starfandi fyrirtækjum. 24 íslensk fyrirtæki tóku virkan þátt í verkefninu, mörg með eftirtektarverðum árangri. Fyrirtækin komu að fjölbreyttum sviðum atvinnulífsins. Heyrum frá þáttakendum sjálfum hvort MMI verkefnið hafi leitt til þess að þeirra fyrirtæki hafi greint ný tækifæri til nýsköpunar. Það hefur kannski hjálpað okkur að greina ný tækifæri hvernig við nálgumst nýsköpun. Við höfum verið að útvíkka þjónustuframboð okkar inn á ný þjónustusvið, en við munum klárlega gera það öðruvísi hér eftir því að þetta verkefni opnaði augu okkar fyrir því hvernig er mjög gott að gera þetta. Já, ég held það. Ég held að við líka bara það sem þetta verkefni hefur gert, það hefur styrkt svolítið hvaða skoðun við höfum á nýsköpun og hvernig hún skiptir miklu máli. Hún líka hjálpaði okkur svona stjórnun fyrirtækisins í að koma saman og ræða þessi mál. Svolítið sem kannski ekki endilega gert mikið. Þú sett með skýra stefnu þá ertu ekki endilega setjast niður og ræða þetta eitthvað svona opinskátt og brainstorma. En ég held að þetta hafi hjálpað því líka. Þetta verkefni hefur leitt til þess að við höfum greitt ný tækifæri og við höfum meðal annars notað aðferðafræðina við stefnumótun á seinasta ári og þar komum fram nýjar áherslur sem við höfum nýtt okkur. Já, klárlega hefur þetta verkefni opnað augu okkar fyrir því að nýsköpun er svo margt annað heldur en bara vöruþróun. Þáttaka í þessu nýsköpunarradar sem fylgdi þessu verkefni, hann opnaði augu okkar fyrir því að það er svo margt annað sem þarf að horfa á heldur en bara vöruna. Það þarf að horfa á viðskiptavini, það þarf að horfa á tengslanetið sem er mjög mikilvægt og svo hvernig þú ætlar að vinna þessa vöru. Og það má líka eiginlega segja að þessi vinna hún hafði svona mótandi áhrif á okkar stefnumótunarvinnu því við vorum að vinna að nýju skipuriti á sama tíma og það má eiginlega segja að þessi vinna hafi svona beint okkur inn á svolítið nýjar brautir. Já, svo sannarlega, því að radarvinnan og það sem svo vinna sem við fórum í kjölfarið í, hún leiddi það í ljós að þrátt fyrir það við héldum við værum með skýran fókus, að þá kom í ljós að afkomusviðin hjá okkur voru svona nánast út allt. Þannig að þessi vinna hjálpaði okkur að ná fókus fyrir fyrirtæki í heild sinni og nú erum við að vinna til að mynda allt öðru svo erlendum markmiðum með okkar samstarfsaðilum að nýsköpun heldur en við gerðum fyrir þessa vinnu. Þátttaka okkar í verkefninu leitt til þess að skilningur okkar á fjölbreytileika og mikilvægi vöruþróunar hefur aukist og við hjá Landsvirkjun vinnum í fjölbreyttum verkefnum á sviði nýsköpunar. En tækifæri okkar er í raun og veru að þessi aðferðafræði verði partur af stefnumótunarvinnu okkar hér hjá Landsvirkjun. Verkefnið hefur greinilega hvatt fyrirtækin til að endurskoða áherslur sínar og ná fram skýrari sýn á nýsköpun og tækifæri til vaxtar. Árangur MMI verkefnisins fór fram úr væntingum allra sem að því stóðu og er óhætt að segja að mikilvægi nýsköpunar í starfandi fyrirtækjum blasi við og greinilega fjölmörg tækifæri til sóknar.